Já, þetta var okkur hjá Samskipum og hvernig við erum að vinna. Ég ætla að byrja að kynna okkur til leiks hérna. Þetta Sólborg Erna og ég heiti Bára Mjöll og við ætlum aðeins að labba hérna stuttlega í gegnum með ykkur ferli sem við fórum í þegar við byrjum að innleiða 50 skills. En hérna, þegar Guri hafði samband við mig og bað okkur að segja aðeins frá þessu, örlítið svona okkar ferðalag með Journeys og 50 skills og ég bara ekkert mál. Sko, venjulega þetta í mötuneitinu hjá Advania, sko. Þið veitir. Í mötuneitinu örfáir, en bara, bara til hamingju Advania. Þetta geggjaðar íventur hjá okkur, bara Guri og mannlaus einingir hjá Advania. Þeir eru snillingar. Rosa vel gert. En hérna, kannski segir fólki það seinna, ef þú biður okkur fleirum að taka þátt. Eða það. Allavega stuttlega okkur, starfsfólki okkar, við erum svona 500 manns hjá Samskipum á Íslandi, taka fram. Aldursbilið svona frá 18 upp í 71 árs. Einn punktur að 70% okkar starfsfólki, það vinnur ekki við tölvu dagstaglega. Þannig að það ekkert eitthvað sem að endilega required skills, hérna, þú veist, í okkar starfsendingu meira, þú veist, með meira prófið eða hérna, þú veist, geturðu farið með hafnatraktor og hefur lifað hann og eitthvað svoleiðis, ekki endilega eitthvað tölvutækni. Þannig að það kannski ástæðan fyrir því að við fórum á stað í þessa sjálfvirknivæðingu með 50 skills. Þá hérna við innleiddum þessa 50 skills higher, svo við kalla hana, 2020. Og það gerði okkur kleift að umsóknarferli var miklu einfaldara. Fólk gat sótt vinnu hjá okkur bara í símanum sínum. Þú þurftir ekki að vera rosalega góður á Microsoft forrit í heiminum til að geta sótt starf hjá okkur. Það einfaldaði lífið okkar alveg gríðarlega mikið vegna þess að við vorum meira tíma í símanum að hjálpa fólki að komast í gegnum vefsíðun okkar til að sækja sem var alveg galið. En þetta notendavæna viðmót, það seldi raunverulega þessa breytingu algjörlega til stjórnenda og í framhaldi af því kláruðum við að hafa allt rafrænt, öll gögn rafrænt og þau fara bara að flæða í kerfunum okkar, beint inn í folder hjá starfsmanninum og þetta skila sér allt bara alveg smoothly, svo ég sletti nú aðeins. En hérna, og næsta augljósa skref hjá okkur var að fara í þessa journey með 50 skills og ástæðan fyrir því við ákváðum að fara í journey var vegna þess að, við treystum þeim. Við vitum að þau eru uppfylla þær kröfur sem við erum með og standa við það sem segja. Og bara þessi hópur af 50 skills, þetta er alveg galið gott fólk bara, til hamingju Kristján, hvernig fer það þessu? Hiring techniques. En allavega, þessi journey er svo miklu meira heldur en bara onboarding og við sáum tækifæri til að gera svo fullt af hlutum í viðbót að mögulega þetta eru endalausir. En hún Sólborg hérna, kollegi minn, hún ætlar að fara á flug með ykkur hérna í, þú veist, hvernig þetta virkar allt saman. Já. En þá einmitt, við vorum búin að vera í þessari svona umbreytingu á ferlanum okkar varðandi sjálfvirknivæðingu og kynntumst í rauninni onboarding formi í fyrst skipti með 50 skills higher. En við vorum ennþá að leitast eftir upplýsingum frá stjórnendum, stjórnendum voru að leitast upplýsingum frá okkur og þannig að við vorum bara svona, þetta er ekki alveg fullkomið. Svo fengum við kynningu á Journeys og við sáum bara, við getum notað þetta í svo mikið. Þannig að við reyndar byrjum á öfumenda og Helga Kolbrún er örugglega hérna hlæjandi að mér og þegar hún sagði mig, ég veit ekki hversu oft, ekki byrja onboarding er skrimsli, það er risastórt og það er að fara að taka langan tíma. Þannig að, en ég hlustaði ekki. Ég sá bara, við sáum fyrir okkur onboarding ferli inn í Journeys gæti orðið svo geðveikt. Þannig að við byrjum þar, en svo þegar það var komið á skrið, þá sá ég bara, þetta þarf ekki að vera svona flókið. Það er svo margt annað sem er að nota Journeys í sem tekur rauninni engan tíma. Þannig að í dag erum við byrjað að nota Journeys í, eins og séu, ráðningarbeiðnir. Við erum að nota það fyrir onboardingferlið. Við erum líka að nota það fyrir breytingar í starfi, sem þegar starfsfólk er að hætta eða færist milli deilda eða fyrirtækja. Síðan erum við komið með mjög öfluga starfsmannagátt sem er svona portalkerfi inn í Journeys. þar sem við erum með bæði fyrirspurnabox, fólk getur tilkynnt, hvort sem sé slys eða annað,
og líka sætt beina form. Síðan erum við aðeins að leika okkur með starfsmannasamtöl inn í Journeys. Þetta svona nýtt að koma upp bara núna nýlega hjá okkur. Við sáum okkur, við þurfum að fara að breyta ferlunum okkar varðandi starfsmannasamtölin, vorum bara svona að horfa kringum okkur og það var einhvern veginn ekki alveg það sem við þurftum. Þannig að hugsaðum, getum við ekki nota Journeys í þetta? Og þá hitti ég einmitt aftur Helgu mína frá Third Skills og við bara einmitt fórum í þetta brainstorm og fundum bara út góða leið til að nota starfsmannasamtölin inn í Journeys og erum bara mjög spennt að sjá hvernig það kemur út hjá okkur og hvernig það mun virka. En við erum að nota þetta einmitt fyrir ráðningarbeiðnirnar og við ákváðum að fara í það að því að eins og þið kannski örugglega kannast við, maður hitti einhvern ganginu bara heyrðu til ég að henda út auglýsingu fyrir maður eftir ég þarf að fá þetta í dag eða einmitt pingar og Teams og svo maður bara farin að gera eitthvað annað. Þannig að við vildum koma þetta í svona fastara ferli. Þannig að þá varð út þetta journey sem heitir ráðningarbeiðnir og eins og við sjáum hérna í forminu þá þetta bara external form sem aðgengilegt stjórnendum inn á stjórnendagáttinni hjá okkur, inn á Samskip-Staff appinu og mjög einfalt uppsetningu og mjög einfalt fyrir stjórnendur að fylla þetta út. Og þetta gerir það líka kleift að stjórnendur þarf að koma með allar upplýsingar fyrirfram og við fáum allar upplýsingar frá byrjun. Þannig að ég þarf ekki að hringja og segja, heyrðu, hvaða starf ertu eftir að sækja þarft að auglýsa og af hverju. Og mér langaði að setja inn í journeyið sjálft og ég þurfti að fela helling til þess að koma bara screenshotunum fyrir. Af því að þetta getur náttúrulega orðið rosalega stórt og eins og þarna þá stjórnendur að velja mismunandi ástæður fyrir að hann að fara í ráðningu og þetta í rauninni bara einn ástæðukóðun sem tímabundin þörf. Þannig að þetta getur orðið skrýmsli en þetta getur líka verið pínlítið. En þarna eru bara allar upplýsingar komnar á eitt stað sem er bara að henta okkur mjög vel. En síðan það onboardingferli sem skrimslið mitt. En eins og ég talaði um við vorum búin að kynnast onboarding-formunum með 50 Skills Hire sem alltaf bara umbreytti leiknum hjá okkur og vera ekki að bæða að pinga stjórnendur og svo starfsbanninn og skattkortin og allt, þið þekkið þetta. En við vorum ennþá að reyna að fá upplýsingar frá stjórnendum, bæði tölvupóstum, símtölum, þeir að hafa samband við okkur varðandi launatölur og annað. Þannig að við erum búin að setja þetta upp þannig að núna fá í rauninni allir viðeigandi aðilar innleiðingaform. Stjórnendur fær innleiðingaform sem í rauninni bara svona eins og tilkynningaform. Starfsmaðurinn sjálfur fær þetta innleiðingaform og síðan fær mannauðsdeildin innleiðingaform. Þannig að við þurfum að fylla inn eða launafulltrúar þurfum að fylla inn allar viðeigandi upplýsingar varðandi launamál eða annað og út frá öllum þessum 3 innleiðingaformum verður ráðningarsamningurinn sjálfvirkt búinn til og sendur sjálfvirkt í undirritun sem náttúrulega bara algjört beauty að þurfa ekki að handpikka inn allar upplýsingar sem allir aðilar vita nú þegar. En við erum náttúrulega eins og bara að koma aðeins inn á áðan, við erum náttúrulega 500 manns og við erum 70% okkar starfsfólki vinnur ekki við tölvur og sem þýðir mismunandi kjarasamningar og ólíkir ráðningarsamningar og ólíkar kröfur og þarfir sem að stjórnendur og starfsfólk þarf að fylla inn. Þannig að útkoma var í rauninni 2 mismunandi onboarding-ferli. Það onboarding á skrifstofunni og onboarding á athafnasvæðum. Og það í rauninni bara við erum enda mjög fögur fyrirtæki í háþýrri tengingu þannig að þetta eins og ég segi, þetta svolítið skrimsli. Þetta ég held að eitt onboarding-ferli séu komin yfir 140 aðgerðir, þannig að þetta tekur tíma en þetta náttúrulega rosalega skemmtilegt ferli og eins og ég segi, ég hef aldrei getað gert þetta án þegar ég hafa 50 Skills. En það svona, þetta sama pæling, öll viðhengi fara sjálfvirkt yfir í H3 og þetta með sjálfvirknina, allar upplýsingar færa sjálfkrafa yfir í H3, AD okkar og Samskip-Staff appið. Og auðvitað þetta náttúrulega snýst þetta allt bara aukna sjálfvirkni og færri handtök fyrir alla. Þetta ekki bara einhver kostur fyrir mannauðsdeildina, heldur eru bara allir að græða á þessu. En já, útkoma var í rauninni 2 mismunandi onboarding-ferli en síðan sameinast allt nýtt starfsfólk í það sem við köllum post-onboarding og sem að breytti svolítið leiknum hjá okkur og við erum endalaust að þróa þetta og þó við séum komið með þetta í lofti og komið í virkni þá það sem að svo frábært við Journeys að þú getur alltaf breytt hvernig þú ert að vinna þetta og sér bara, heyrðu, þetta ekki alveg að virka svona. Þá bara finnum við út í því og gerum það betra, því það ekkert mál að breyta eða uppfæra. En post-onboarding breytti svolítið leiknum hjá okkur, en það rauninni það sem að virkjast eftir undirritun ráðningarsamnings, það fara nýju starfsmenn sjálfvirkt yfir í nýtt ferli sem heitir post-onboarding
Og þetta í rauninni allt tölvupóstur sem að við í mannustöldinni þurftum að senda handvirkt. Þetta bara allt tölvupóstur sem við þurftum að muna eftir að senda og muna eftir að græja, sem að rauninni gerist núna bara án þess að nokkur þurfa að kíkja á það, sem náttúrulega bara frábært. Og þarna getum við líka lagt áherslu bara á upplifun nýlega að koma inn í nýtt starf. Það enginn sem gleymir að bjóða þig velkomin. Það bara þú færð á fyrsta starfsdegi, þá færðu bara velkomin til starfa. Þetta eru allar praktísku upplýsingar þú þarft að vita. Og það sendist tölvupóstur sjálfkrafa á öryggisstjórun okkar að muna eftir aðgangskorti, síðan á mentor starfsmannsins að muna eftir að taka vel á móti honum, hvað hann þarf að gera. Og síðan erum við að byrja á því líka að vera með 30 dögum eftir fyrsta starfsdag að senda út nýlega könnun sem fer sér á starfsmanninn bara sjálfvirkt. Þannig að þá erum við líka bara einmitt að loka svona hringnum, taka upplifun nýlegans og sjá bara ok, er eitthvað sem við getum gert betur í þessu ferli og þá náttúrulega getum við líka nota journeys í að laga það sem þarf að laga. Og síðan erum við alltaf að leika okkur með þetta eins og ég segi, það er svo létt að bæta við og breyta og stjórnendur eru svo mikið með okkur í þessu og einmitt búið að koma margar hugmyndir eins og nota gervigreindinni til að sannreyna sakavottorð og skírteini, hvort sem sé ökuskírteini eða vinnuvélaskírteini, að því rauninni journeys býður bara upp á svo mikið. En við vissum líka að ef við værum að fara í einhverja þvílíka breytingar á onboarding-ferlinu þá þyrftum við að breyta offboarding og crossboarding á sama tíma. Að því eins og þið kannski þekki, það þýðir ekkert að kynna til leiks hálfkláraða breytingu fyrir stjórnendur. Það bara virkar ekki þannig að stjórnendur þurfa að fara á þennan stað fyrir eitthvað sem að byrja, en þarf samt eiginlega að fara í gamla kerfi til tilgengið sem að hætta. Þannig að við þurftum bara að dempa okkur í þetta og gera þetta almennilega. Og núna það í rauninni þannig bara að tilkynningaformin eru bara aðgengileg inn á stjórnendagátt og þetta eru bara, eins og ég talaði um áðan, þetta eru bara þessi external form sem að Journeys býður upp á sem eru náttúrulega algjör snilld og þá þetta bara rosalega aðgengilegt stjórnendum inn á stjórnendagáttinni og þau bara smetla á tilkynningarform sem að lítur svona út og í rauninni gæti ekki verið einfaldara fyrir stjórnendan að fylla þetta út, þetta allt upplýsingar sem að veit. Svo bara setur hann uppsagnarbréfið sem viðhengi sem að flæði þessu sjálfkrafa yfir í H3. Þannig að þarna eru við líka í mannusdeildinni koma allar upplýsingar sem við þurfum og tölvudeildin og öryggisstjórinn. Þannig að þetta virkar á sama hátt og onboarding, öll gögn og allar upplýsingar flæða rétt yfir til viðeigandi aðila. Sem náttúrulega bara beauty. En síðan þetta náttúrulega starfsmannagáttun okkar af því að Journeys þarf ekki að vera jafn flókið og onboarding-ferli. Það hægt að gera svo margt skemmtilegt við það og í rauninni fattaði að þegar ég var komið með 130 aðgerðir inn í onboarding bara heyrðu, það hægt að vera með Journey sem eru 4 aðgerðir og það bara spara samt hellingstíma. Þannig að við erum búin að bæta við fullt af Journeyum og erum endalaust að skoða og bæta við hvað við getum nota Journeys í. En eins og ég talaði þá náttúrulega rosalega mikið af starfsfólkinu okkar ekki í tölvu, þannig að svona upplýsingar og hlutir þurfa að vera aðgengilegir. Og þannig að nú erum við búin að bæta þessu portal frá Journeys inn í starfsmanna-appið okkar. Þannig að þetta allt aðgengilegt þeim bara í símanum. Hvort sem það sé bara fyrirspurnarbóks, tilkynningar eða beiðnir líkamsræktarstyrk, þá þetta í rauninni bara allt á einum stað. Og bara auki upplýsingar fyrir allt starfsfólkið okkar. En síðan þetta gervigreindin og við erum búin að vera svolítið að leika okkur með hana og mér langaði líka bara að sýna ykkur að þetta þarf ekki að vera flókið. Þetta þarf ekki að vera eitthvað að miklu fyrir sér að nýta gervigreinda því það hægt að nota hana í einfalda hluti. Eins og þetta til dæmis bara fyrirspurnarbók sem við erum með bara aðgengilegt inn á portalum hjá okkur starfsmannagáttinni. Þú getur bara farið inn, fyllt út fyrirspurnir mannustildar, sett inn viðhengi og þarft. Síðan bara fyrsta sem gerist að gervigreindin fer yfir fyrirspurnina. Gervigreindin fer yfir og flokkar hann eftir mikilvægi. Þannig að hún flokkar eftir hvað verið að tala og hvað mikilvægt að svara strax. Og þannig fáum við bara að tryggja í rauninni að mannustildin vinni mikilvæg mál strax og þau fái athygli strax mál sem að þarf að klára. Og þannig að gervigreindin hjálpa okkur. En þannig að þetta sýnir líka bara að Journeys þarf ekki að vera flókið. Þetta getur tekið 5 mínútur að búa til bara einfalt aksjón og þá þið bara að koma með eitthvað sem getur sparað bara hellingstíma. En þá þetta komið aðeins ávinning. Hvað við að greiða á allir þessari vinnu? Það náttúrulega bara þetta einfaldri ferla fyrir alla sem koma að þessu. Og eins og ég fór aðeins inn á áðan, þetta ekki í rauninni bara mannustildin sem að græða bæði tíma eða bara skýrara verklag, heldur í rauninni líka bara stjórnendur og starfsfólki okkar að fá allar upplýsingarnar sína á einu stað. Og það náttúrulega þessi tímasparnaður sem allir að leitast eftir og þetta hefur klárlega sparað hellingstíma hjá okkur
og gert bara í rauninni þetta skýrara fyrir alla. Og það í rauninni bara vegferðin sem við erum á. Við viljum bara halda áfram að betrumbæta upplifun bæði stjórnenda hjá okkur, starfsfólks, en einnig líka bara starfsfólk sem sækir störf hjá okkur. Þannig að, og eins og ég er búin að tala örugglega mjög oft, þá möguleikarnir náttúrulega bara endalausir með Journeys og við erum bara alltaf þegar við erum stöndum frammi fyrir okkur áskorun bara, getum við ekki notað Journeys í þetta? Og svarið bara oftast já. Þannig að, og eins og örugglega bara allir sem eru komnir hérna, það langar okkur að nýta gervigreindina meira og eins og ég segi, þá möguleikarnir bara endalausir og við erum mjög spennt að sjá hvað Kristján að fara að kynna fyrir okkur eftir. Þannig að þetta bara við. Bara takk hérlega fyrir okkur.